Jæja, góða kvöldið, kæru gestir og velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Hér sitt ég, Örn Arnarsson, ásamt honum Kristjáni Gauta Karlssyni og við erum að fara að fylgjast með leik IA og Breiðabliks í fyrstu deildinni. Skrýtnar tilfinningar fyrir þennan leik? Já, það eru það. Já, kannski hægt að útskýra það. Búið að ganga á. Já, ýmislegt búið að ganga á í herbúðum Skagaliðsins, þar sem að Derek Sjás meiddist illa í liðinni viku og er hreinlega bara á leiðinni heim í endurhæfingu og þar að leiðandi eru Skagamenn án útlendings hér í kvöld gegn sterku liði Blikana. Já, það munar minna en vonum bara auðvitað að Derek nái fullum bata og komi jafnvel bara sterkur inn á næsta ári. Alveg klálega. Þetta er náttúrulega mikið, þetta er reiðarslag bæði fyrir hann og liðið að sjálfsögðu. En þannig að það okkur hefur nú verið hvíslað á okkur, það kom hérna lítill fugl á hann og sagði okkur það svona í óstaðfestum fregnum að það væri komin búið að heyrst hefur að náðst hafi samkomulag við annan leikmann sem er að sjálfsögðu bara rétt og kominn og það ættir að vinna í öllum leyfismálum og slíkt. En hann er sem sagt væntanlegur vonandi fyrir næsta leik, næsta föstudag. En líklega er best að hrósa ekki happi fyrir hann er kominn til landsins og upp á Skaga. Já, það er nú einmitt reynslan sýnir það. Það hefur nú gerst að menn hafa... Nafn á pappír er ekki alltaf nóg. Nei. En við kannski rennum yfir leikmannahópana. Við byrjum á heimaliðinu. Þar er númer 0 Stefán Kaprasíus, númer 2 Jón Frímannsson, númer 6 Kasper Sareba, númer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, númer 12 Sindri Levi Ingason, númer 13 Ómar Örn Helgason, númer 14 Jón Orri Kristjánsson, númer 17 Sigurður Rúnar Sigurðsson, númer 20 Ármann Örn Vilbergsson og 21 er Jóhannes Valur Hafsteinsson og svo er Andri Jökulsson, það eru líka tíðindi, Andri Jökulsson sem að spilaði með Skagamönnum síðasta vetur. Fjölnisstrákurinn sá, kominn aftur í liðið og hann er númer 23. Þjálfari að sjálfsögðu Jón Þór Þórðarsson og Stefán Jóhann Hreinsson honum til aðstoðar. Það eru nú gaman að sjá hvernig fjarvera Andra hefur gert hann að jafnvel betri leikmanni eða hvað? Vonandi. Hann mun alveg klálega styrkja hennan hóp, þetta er öflugur strákur. En Blikaliðið er þannig skipað að númer 4 er Jeremy Smith, númer 6 er Árni Elmar Hrafnsson, númer 8 Leifur Steinn Árnason, númer 9 Ragnar Ragnarsson, 10 Sveinbjörn Jóhannsson fyrirgefiði, Þorbergur Ólafsson númer 14, síðan er númer 34 Snorri Vignisson, númer 40 Hafþór Sigurðarsson, númer 45 Guðjón H. Sigurðarsson, númer 91 er Mattias Karelsson, númer 13 Halldór Halldórsson fyrirliði og númer 99 Hafsteinn Guðnason og þjálfari þar er Lárus Jónsson sem lengi gerði Garðinn frægan með Hamri í Hvergerði. Já. Og en það eru rétt tæpar 15 mínútur í leik og liðin eru svona að gera sig klár. Þetta verður síðast þegar að IA spilaði án Kana var þegar að Sean Tate þurfti að fara í frí til sinna heimahaga og þá átti liðið einmitt leik í Borgarnesi. Jú. Og ekki byggustu við miklu þar. Nei, ég fór á hana leik, hann var glæsilegur. Já, reynd ótrúlegur sigur, bara í frábærum leik Skagamanna. Þannig að spurning hvernig þessi strákar stígu upp í dag. Þannig að það er ekkert útilokað í þessu. Það er ekkert útilokað en það er á brattan að sækja, verður að segja að Blikar hafa farið mjög vel á stað og vonum bara að vegna þess að við erum án erlenda leikmannsins okkar og þá bara vanmetið okkur aðeins og haldið að þeir geti komist upp með hvað sem er. Akkurat. Já, við bara vonum það besta sjálfsögðu og vonum að Skagamenn fjölmenni í húsið eins og verið hefur undanfarið en við tökum okkur núna smá hlé og meðan að leikmenn gera sig klára fyrir leikinn og við sjáumst aftur eftir smá stund, ekki fara langt.
Já, 1, 2. Já, nú er að detta í kynningu og þá
Leifum við vallatölunum að fá orðið. Já, eins og við heyrum að það er gríðarleg stemming í húsinu. Mikil. Það er reyndar ekki mikið af fólki komið en það er nú oft þannig ef að gengi liðana er ekki gott að þá skila fólk sér síður í húsið. Já, en við lefum áhorfendum ennþá að njóta vafans, leikurinn er nú ekki byrjaður. Já, ég hef nú sótt nokkra heimaleiki hérna og mjög oft sem að Þeir að tínast inn svona fram á fyrsta leikfluta. Já, akkurat. Herðu, það er kannski verðt að huga að stöðunni í deildinni að Blikarnir þeir eru í efri hlutanum meðan að Skagamenn verma botninn og hafa unnið 4 leiki, tapað 1 og það var bara í síðustu umferð gegn Hamri útivelli. Já, þeir eru, ef ég man rétt, í 3. sæti, er það ekki? Jó. 2 stigum á eftir Vestra. Já, en eiga leik til góða. Þennan leik. Já, þannig að þetta er hörkulið og við búum okkur undir, erfiðleika. Já, við vonum að sjálfsögða það besta en þetta verður erfitt. Já. Fyrirfram er Breiðabliklið sterkara, en það getur allt gert í þessu. Já. Það er náttúrulega, þessi liðin í efri hlutanum verða náttúrulega að mæta til leiks. Það geta í rauninni alla ef að hugafar liðan er ekki rétt, sko. Það er bara svoleiðis. Og ég vona innilega að það séu einhverjir úr Kópavoginum að nýta sér þessa þjónustokkar að horfa á okkur. Við sendum að sjálfsögðu linkin á Körfumjallisdeild Blika sem við vonum að þeir hafi komið áleiðis. En já, 2 mínútur rétt rúmar. Við minnum að sjálfsögðu á landsleikinn í körfunni á morgun. Við kannski notum... Það var nú einmitt æft hér í dag, var það ekki? Jú, og í gær. Íslenska kvennalandsliðið er að hefja sína undankeppni fyrir Eurobasket á næsta ári? Já, það er Svartfjallaland sem kemur í heimsókn. Og við vinnum þann leik. Já, við erum með hörkulið þarna og það er bara vonandi og hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta í höllina. Það eru verkefni framöndan hjá báðum landsliðum. Já. Og alltaf gaman að fara á landsleik. Það er það nefnilega. Mjög skemmtilegt. Já. Það er einhvern veginn aðeins öðruvísi, sko. Það er allt, já, ég er sammála því, það er öðruvísi. Kannski náttúrulega bara, gæðin eru aðeins meiri. Já. En það er svo sem yfirleitt þannig á öllum landsleikjum. Já. En það er líka öðruvísi stemning. Já. Þá er búið að flauta 1 mínútu og það séu 1:22 en þannig að þeir fá aðeins ekstra tíma til þess að tala saman. Við fáum að sjá byrjunarliðin hjá báðum liðum.
Það verður fróðlegt að sjá hver stjórnar. Ég held að það sé Björn Steinar sem að muni sjá að stjórna sóknarleik Skagamanna. Í fjarveru Derek Sjás sem eins og við vorum að tala hérna áðan meiddur. Já, það gríðarlegt reiðarslag. En jú, það liggur það ekki beint við. Hann hefur nú tekið að sér svona, hvað maður að segja, að vera svona annar hérna leikstjórnandi. Já, þetta er náttúrulega gríðarlega reyndur maður, búinn að vera í körfuboltahreyfingunni lengi, bæði sem leikmaður og þjálfari. Já, sjóvarinn Síkáti frá Grindavík. Akkurat, enda erum við hérna við erum með 2 Grindvíkingana hérna, Ármann og Björn Steinar, og Jón Orri, Sigurður Rúnar og Ómar Örn kemur inn í byrjunarliðið hjá Skaganum. Hjá Breiðabliki er það Jeremy Smith og Halldór Halldórsson, Snorri Vignisson og Árni Elmar Hrafnsson segi ég, og nú með 10 er síðan Sveinbjörn Jóhansson. Jón Orri heyrðir þetta. Og Ármann hótar, hann náði sér ekki á strik hérna í síðasta heimaleik. Nei, eins og hann gaf fyrirheit með því að smella, var það ekki fyrsta skotinu niður? Jú, Siggi missir boltan hérna, þá koma þeir hérna Snorri skilar þessu honni af harðfylgi, fyrstu stíðin strax komin á töfluna. Þeir taka Björn Steinar úr umferð og Ómar neyðist til að koma hérna upp með boltan. Jón Orri, Ármann, og hann fær síðan hindrun. Björn Steinar, Björn hótar skotinu, þeir missa aftur boltan og Snorri fyrstur fram, ótrúlega. Sigurður braut á honum hann. Já, ég held alltaf að hann væri að fara að detta. Það er svona gerist, held ég að boltinn sé að fara niður. Já, það var svona feelingurinn. Snorri á línuna. Snorri, kraftmikill strákur. 3-0. Óskabyrjun hjá Blikunum. Já, 2 unnir boltar á fyrstu mínútunni. Bæði vítin honni. Það er full court press. Ómar með Jeremy á sér hérna. Og hendan leysir þetta nú vel. Björn Steinar, sóknarleikurinn er styrður. Ármann stígur út af. Það er skjálfti eða hvað? Nei, það er bara verið að stoppa leikinn hérna. Hvort að skotklukkan hefur verið eitthvað röng eða tíminn. Þetta kannski, ég held að það væri verið að dæma okkur boltan aftur. Ómar, Sigurður Rúnar, við að losna við hennar skjálta. Ármann keyrir inn að körfunni, finnur Sigga Rúnar aftur. Ármann upp í þrist, hittir ekki, aðeins og stuttur. Skotklukkan að renna út þarna. Það var að skjóta. Það er smá titringur í okkar mönnum þessa stundina. Hér kemur skot, Sveinbjörn kemur honum á Jeremy. Lefti Björn Steinar með fína vörn þarna. Langur tvistur og Sveinbjörn, já. Það kemur Ármann. Það frákastegu við. Björn. Finnur Ómar og aftur á Sigga. Það er svona ekki klárt skipulega á sóknarleik. Ómar undir körfunni. Og brýtur síðan á sér. Já, vantar upp á leikagangunni Ómari. Þarna sást það. Það var aðeins svona, kannski bara á honum bara hvað hann var rosalega frýr. Já, það sýndi þarna mikinn styrkuna og losa sig vel undir körfunni. Það var vel gert. Þangað til að koma því afgreiða. Algjörlega. Jeremy kemur upp í skot, setur það niður. 6-0. Þeir pressa allan völlinn. Snorri, þeir þurfa þetta sé vænlegra að senda boltan upp, en Snorri full ákafur þetta. Það er strax dálítið að villum í leiknum. Já. Þetta gæti orðið langur leikur fyrir heimamenn ef þeir ætla að pressa svona stíft. Björn og Snorri
á honum, pressa stíft, Björn út í hornið á Ármann og hann í þristinn og það er honni! Ármann Örn, þetta er, sko við þurfum að fá Ármann, Skagaliðið þarf að fá Ármann í sjóðandi gang hér í kvöld. Hann er príðilega skipta nefnilega og það munar minna. Já, það er ekki einhver anskoti, alls ekki orðbreiði, Halldór, já, vel kláraði á honum. Fekk Jón Orða hann á móti sér, það er nú ekki refilegt. Ómar. Sjáum alveg að ÍA-liðið er án svona raunverulegs leikstjórnanda. Halldór brýtur á Sigga. Já. Já, leikurinn ber þess aðeins merki núna fyrst sinn. En það er kannski líka bara að þeir einmitt, þeir eru meðvitaður það að þeir eru ekki með neitt sem er að pointa. Já. Björn keyrir inn, hann út á Ómar, galopinn þristur, hittir ekki, baráttum frákastið. Sveinbjörn tekur það og geysist fram, sendir hann hérna Jeremy, Ómar til varnar, Jeremy klárar þetta vel. Já, Jón Orri fær hann og geymir hann væntanlega. Nei, byrjuð, Ármann, vel gert. Hún er að stilla upp. Og Jón fær, hérna leggst Sveinbjörn á bakið á honum en Björn Steinar upp í þrist í horninu í spjaldið. Þetta er að meina að það hefur verið brotið á sér þarna og sem er þá ef hann hefur ekki nokkuð til síns máls. Skotið bar nú svolítið þess merki. Hér kemur þristur í hátna, hittir ekki Snorri með frákastiði. Sveinbjörn stór og mikið strákur en snöggur. 2 metra maður. Jeremy, já, lét klukkuna líða hana. 10-3. Ármann upp í langan þrist. Já, við vitum að hann getur sett hennan, hann sem var ekkert langt frá því. En hann getur vissulega kannski beðið eftir aðeins betra skot en þetta. Já, sjálfsögðu. Það er fyrir maður sér það, hann er bara eins og aðra skittur, það er hendar en best að grípa og skjóta. Já, ekki gera þetta upp úr driplinu. Þó að Kitty Freiriks hafa nú gert það hérna í gamla daga. Það eru rosa fáir körfuboltamenn sem eru betri sem hitta betur af driplinu heldur en ef þeir grípa og skjóta. Já. Góð vörn hjá Jóni þarna. Sveinbjörn, en hann gefst ekkert og aftur Jón Orri Kristjánsson, gott fólk. Sveinbjörn, vel gert Jón. Ekki alveg sáttur, er hérna í samræðum við. Ekkert að láta plata sig þarna. Björn með góð sendingin á Sigur Rúnar og glæsilega klára. Vel gert hjá Sigga. Já, áræðinni er það sem þarf. Þekki ég ekki til Breiðablik liðsins en ég ímynda mér að það hendi okkar mönnum ágætlega þeir ætla að spila svona tiltölulega rólegan bolta og hægt. Við sáum það hérna móti Skallagrimi í síðasta heimaleik að hérna þá lögðu þeir upp með að bara hlaupa og það var augljóst að Skagaliðið ekki við það. En þeir hafa greinilega ekki hort á útsendinguna hjá okkur. Sigur Rúnar af glasinu, minnka munnin í 3 stig. Þetta er aðeins betra hjá Skagaliðinu. Sveinbjörn með þrist. Hittir ekki. Björn Steinar tekur frákastið og kemur hér upp með boltan. Finnur Ármann. Ármann og Ómar. Aftur út á Ármann. Greip. Já, hafði ekki skotið. Sigur Rúnar með Halldór á sér, hann snýr inn í Sveinbjörn, hann fór hann að vitlaus átt. Það var bara uppkast. Þannig held ég að í rauninni Siggi hafi bara ákveðið, hann fór vitlausu megin, fór inn í Sveinbjörn þarna og þá tekur Skagaliðið leikhlé í stöðunu 10-7, 4-0 eftir og við tökum okkur örstutt hlé.
Já, þá erum við að koma aftur hérna. Staðan ennþá 10-7 eins og var fyrir leikli. Já, merkilegt nokk. En sem að Kasper Sareba komin inn á fyrir Skagalið fyrir að mér sýnist Ómar Örn. Já, og hjá Blikunum komin inn á númer 8 Leifur Steinn Árnason og númer 45 Guðjón H. Sigurðarsson. Smá rútering hérna. Leifur Steinn nú maður sem hefur séð oft á vellinum áður. Kannast við að andlitið á honum aðeins. Já. Það kemur Jeremy og Halldór. Jeremy ágætis vörn hjá Skaganum. Og Snorri finnur Halldór galopin úti. Heitir ekki en Snorri í frákastinu. Jón Orri ætlar ekkert að gefa honum það neitt. Og hvað, vill að dæmda á Jón? Jón sýnist mér. Ég ekki alveg. Jón Þórðarsson ekki sáttur. Já, ég skil það bara mjög vel. Þetta var ákaflega lítið, það var kannski mestalagi krafsaði eitthvað í fingurna á hann og þarna þegar hann lá með boltan. Má ekki þetta. Já, en við þurfum stundum að minna okkur á stefnu stöðvarinnar að gagnrýna ekki dómgæsluna og við ætlum að óskum eftir hér með eftir harðorðið bréfi, ef við brjótum þessa reglu okkar, harðorðt bréf á ia.sjónvarp@gmail.com. Harðorðt en samt kurteis. Sjálfsögðu. Við biðjum það. Og endaði á virðingafyllst og svo framvegis. Með vinsemd og virðingu. Já, Björn Steinar fær skotið, þristur, langur, finnur ekki touchið en þá. Höfum alveg séð það á fyrir tímabilim að Björn getur skotið. Það sem að hann hefur ekki alveg náð sér á strik. Nei, ekki núna. Í vetur. Staðan ennþá 10-7, frekar lágt skor hér. 3:10 eftir að fyrsta leikluta. Blikar í sókn. Guðjón á Leif, Halldór, Snorri leika sér hérna á kanti. Guðjón á Jeremy, ítir Kasper hérna frá sér og tekur frákastið. Hann ungi strákurinn gleymdi að stíga út. Halldór látaði boltan ganga þeir. Guðjón Jeremy út á kantinum, setur það beint honni, ekkert nema net. Og með Björn alveg í grímunni. Ármann upp með boltan fyrir Skagamenn, finnur Sigga og fínt Björn Steinar og finnur Jón Orra. Þetta var vel góð boltareyðing hérna hjá heimamönnum. Kasper Sareba, ungur drengur, ég man ekki hvort hann í 10. bekk eða í fyrsta ári Fjölbraut. Ég man ekki. Þetta efni. Snorri, fín vörn hjá Byrni og Jón, já, vel gert. Já. Jón Grimmur. Og þetta ekki, þetta þriðja liðsvillan, hann kemur núna inn á númer 14 hjá Blikunum, Þorbergur Ólafsson sem og Hafþór Sigurðarsson, númer 40. Snorri og Halldór fá að hvíla sig, þeir ætla að pressa núna allan völlin. Og í liði Skagamanna fór Jón Orri út á og inn á kom leikmaður með 23. Andri Jökuls. Kasper reynir sendingun og Sigga mistekst. Og hér kemur skot. Quick release. Guðjón lefti upp í skot, hittir ekki. Hann fer í skotklukkuna að það. Já, ég ætla að segja hvort hann hefði ekki séð það. Það er Jón Frímannsson að gera sig kláran inn í fyrsta skipti. Staðan fyrir Sigur Rúnar. Aldursforsetinn í liðinu, eða ekki? Jú, það er nokkur, þó hann sé hérna á hvað? Ætli hann sé á sínu fyrsta tímabili meistaraflokki? Ég er ekki alveg viss. Ég er bara ekki frá því. Engu að síður. Ég man ekki hvort hann spilaði með meistaraflokki. Nei, ég nefnilega minnist þess ekki. Andri Ármann keyrir inn og glæsilega gert hjá honum. Það var fína flótskot. Fallegur flóter. 11-13.
Hér er Hafþór, henni Jeremy og Leifur. Þorbergur. Leifur út á Jeremy. Keirir hérna inn að vel falleg hreyfing. Lipur. Kvikur. Já, Kasper með innkastið. Já. Kasper þarf bara að keira á hann hérna. Fá villu bara eitthvað, hann er óhræddur. Flott að sjá, Jón keirir inn og góð hreyfing hjá Jóni Frímanns. Var það óheppinn að klára ekki hérna. Það stinga sér á milli. Já, þetta vill maður sjá, menn kom inn og ætli sér að gera eitthvað sko. Hafþór. Blikarnir boltan ganga fyrir utan. Guðjón keirir inn, Kasper brýtur á honum en hann klárar með hægri. Fær víti á auki. Já, ef að ungu mennið fá ekki tækifæri í svona leik. Það gera það nú sennilega aldrei. Það er líka fínt að þeir sérðu við sjáum hér Sindri Levi að koma inn á fyrir Ármann. Fínt að leyfa strákunum að spila. Algjörlega. Þetta eru strákar sem eru að leggja mikið á sig og hafa verið að gera undanfarin ár. Spila fullt af körfubolta í drengjaflokki og í B-liði. Hvað er Björn Steinar að gera hér? Kasta boltanum bara. Þarna einbyttingarleysi en þá bara rífa sig í gang og halda áfram. Já. Þá koma blikarnir bara aftur. Hér eru blikarnir bara. Hér er Árni Elmar kominn inn á. Var ekki búinn að sjá það. Já, þeir eiga síðasta skotið í þessum fjórðung. Sindri til varnar. Árni, heyrðu, þetta er nú. Og Jón tekur við honum og Kasper og það kemur þryggjastega skot hjá Guðjóni, hittir ekki og Björn Steinar slær hann út af. 0,4 eftir. Ná nú sennilega. Og það er maðurinn á klukkunni að vera klár. Og það kemur að nær skotinu. Það var smá vandræðagangur í vörninni. Þorbergur fekk alveg galoppiskot út af þessu menn byggust nú frekar að fá hann inn í teginn. Já. En staðan 18-11 eftir fyrsta leikluta. Við tökum okkur örstutta pásu. Sjáumst eftir smá. Já, þá var leikurinn kominn aftur í gang. Sama lið hjá Skagamönnum og var kláraði fyrsta leiklutan. Jón Frímanns hérna í teignum í mikilli baráttu. Það skrefa. Það skrefa, hann hélt nú vinstri fætinum niðri, sýndist mér, en jæja. Og það koma blikarnir, Árni, láta boltan ganga. Þeir eru aðeins að reyna að keyra upp hraðan. Er grænklæddur úr Kópavoginum. Já, Árni. Hann fer upp í fínt skot. Og lyklinum. 20-11 og kemur Andri upp með boltan núna. Þeir þurfa allir að vera tilbúinir í það, sýnist mér. Slaug sending hjá Andra
ótíma bær þarna, Árni snýr af sér Andra og Guðjón upp í þrist, hittir ekki, Andri rífur þetta í sig. Björn á Jón, já, róa þetta. Þá Björn með hann út á kantinum, Andri býður honum skrín, það er Þorbergur eða hvað. Það skipta skagamenn aftur, Jón Orri og Ármann að koma inn á fyrir Björn Steinar og Jón. Og síðan að koma inn á í fyrsta skipti í kvöld, Matthías Karlsson, nummer 91. Og Sveinbjörn kemur aftur inn hjá Blikum. Jón fær boltan. Hlaup í kringum hans. Já, Sindri upp í skotið, fínt. Já, vel gert Jón. Og Ármann í þristinn. Óöppinn. Öllítið óstuttur. Já, já. Kemur Þorbergur á ferðinni. Þá Matthías var nálægt í að skrefa þarna. Þorbergur fær galopinn þrist, hittir ekki. Jón, nei, byrju við. Já, Ármann fær boltan hann til sín. Sindri á ferðinni með Andra og Sindri sterkur. Andri vel gert. Það var svona pínu fumble þarna en Já, það reddaðist. Við segjum að þetta hafi verið bara yfirvegað og beðið eftir besta skotinu. Já, Matthías. Þorbergur með shake and bake. Og þarna kemur þristur, hittir ekki Ármann. Matthías. Þetta alveg lesis í gær, þessi sending. Og Andri brýtur af sér. Óvíþjófnamannsli vilja. Nú. Það er bara svoleiðis. Já. Já, hann stöðvar þarna hraða sókn, en það voru allir tilbaka samt. Ég veit ekki, ég rifjaði nú upp það sem þú sagðir áðan, stefnu stöðvarinnar. Já, en það væri reyndar voða gaman að fá e-mail frá einhverjum öðrum en Twitter á ia.sjónvarp. Við tökum við fallegum kveðum og hver veit nema við myndum lesa upp jafnvel eins og eitt vel valið bréf. Já, við gætum haft hérna liði í hálfleik, þættinum við borist bréf. Já, það væri alveg geggjað. Það væri mjög skemmtilegt. Og fólk fengi þá jafnvel að heyra nafni sitt á, sko... Já, á öldum ljósaka. Já, á internetinu og við ekki gleyma því að þessi útsending í rauninni sést út allan heim, sko, þess vegna ef að því að skipta. Þess vegna. Þannig að það er náttúrulega missað hvað fólki finnst mikilvægt í lífinu. En leikurinn er komin í gang, Árni, Matthías og hér er 99 Hafsteinn Guðnason einnig kominn inn á. Hann Árni upp í þrist, hittir ekki, en það er enn eitt sóknarfrákastið. Þetta hefur verið svona akkilesarhæll skagamanna í vetur. Það er öll þessi sóknarfrákast á móti. Og sýnist mér að tiltölulega ungt lið inn á. Já, mjög ungt. Svo sem báðum einn, ef við draugum Jón Orra frá. Já. En enga síður. 2 skot. Já, Matthías setur það fyrra niður. Fín vítanýtingin hjá Blikunum. Já, byrju við. Mér tókst að jinxa það, en þeir taka frákast eftir vítið, þetta á ekki að sjást. Og hér kemur Sveinbjörn með frábæra hreyfingu. Það er 3 stiga sókn hjá Blikunum. Andri að passa boltanstrákur. Já, Linvilla. Dæmt á Hafþór. Og þá kemur Björn Steinar inn á fyrir Sindra. Og Ármann með innkastið. Björn er illa yfirdekkaður hérna og við þurfum að kasta boltanum bara frá okkur. Maður sér að það vantar eitthvað svona pínu skipulag á þeim sem er inn á. Og kannski einmitt eins og svona að leysa svona stöður að menn vilji fá boltan hreinlega.
og hjálpi stað við að koma boltanum inn. Stundum þarf maður bara að taka það á sig að taka við boltanum. Algjörlega. En þetta leysist nú vonandi allt saman. Já, Árni fín vörn hjá Birni, Kasper kemur nú tilbaka hérna og Jón Orra. Þá Björn Steinar og þeir pressa stíft. Þetta eru kvikkstrákar hérna inna hjá Blikunum núna. Jón, taktu það drengur. Nei, hann hefur vitað því. Andri upp í skot, fínt skot, nálægt í. Jón Orri með gott frákast. Og Hafsteinn brýtur á honum. Ég hef aldrei séð Jón Orra taka hryggjarstaðarskot held ég. Nei, ég hef einu sem sé hann hótaði. Sko raunverulega að taka feik sko. Já. En hérna, ég held að hafi nú ekki náð lengra en það sko. En þá koma Snorri og Halldór aftur inn á Blikum. En sko, maður eins og Jón, hann getur ekki klára ferilinn á þess að allavega láta vaða eitt sko. Ármann með og Jón í góðri baráttu þarna í frákastónum. Snorri, Halldór, Hafsteinn keyrir inn á Kasper, hann kemst fyrir. Halldór finnur Sveinbjörn undir. Fade away jumper í spjaldið. Björn með gott frákast. Ég er ekki frá því að Jón Orri hafi manað hann upp í að taka þetta fade away skot. Já. Sá hann var eitthvað að benda og tala við hann. Já, Björn að finna fjöluna sína hérna. Það veist að telur ekki. 10 stiga munur. Þetta er ekkert alls slæmt. Stefán Kaprasíus að gera sér tilbúinn. Eða hvað? Jó. Skipting núna? Nei, hann er bara að gera sér tilbúinn. Björn, Snorri pressar á hann. Andri býður honum hindrun. Björn bara keyrir inn hér, finnur, vantaði lítið upp á, Jón Orri, sjáuð þetta gott fólk! Já, Jóni. Ármann upp í opinn þrygg. Þetta hefði verið highlight sko, við hefum hent þessu bara í loftið áramótin til að rifja upp árið, þessu einu. Frábær tilþrifur Jón Orra en vantaði bara að klára skotið. Halldór keyrir inn á Kasper, hann kemst fyrir og Jón hjálpar, Sveinbjörn missir boltan, henda sér á þetta strákar. Snorri, þetta er rífa niður. Þarna er svona basic atriði að klikka á, það er bara einhver að pikka upp mannin hérna og stíga hann út. Halldór langaði Sveinbjörn í skot. Hann er silkimjúkur og það er leiklið sem að Skaginn tekur. 25-13, það er smá rönn í gangi á Blikunum en ég verð nú eiginlega að segja að svona gæðin á þessum leik eru ekki stórkostleg, mér finnst í rauninni hvorugu megin sko. Já, mér finnst sko að því að við vorum að tala um að það væri kannski skjálfti í okkar mönnum að vera með boltan og stjórn og leiknum, þá finnst mér nú Blikarnir heldur ekkert hafa verið neitt sérstaklega vandvirkir með knöttin í lúkonum. Nei, en á móti kemur eins og Jeremy Smith er búinn að spila, hann er ekki búinn að spila allan leikinn og tiltölulega lítið, þannig að ég veit ekki hvort að Lárus er að rótera og leyfa og prófa, þú veist, eins og menn myndu kannski gera á móti því sem að fyrirfram mætti ætla auðveldur sigur, sko. Já, maður hefði þá haldið að hann myndi bíða þangað til seinni leik. Reyndar, já. Það er full kannski snemmt að byrja að hvíla og leyfa mönnum að hlaupa bara strax í öðrum leikfluta. En talandi um það, þá er Jeremy Smith að hann kemur inn á aftur, hann koma inn á núna. Tók okkur á orðinu þjálfari Blika og hann er kannski að horfa. Það er ekki ólíklegt. Ef svo er, þá sendum við kæra kveður til á Blikabekkin, Lárus. Alltaf gott að koma í Kópavogi. Já, það kunne vera gott að búa þar allavega. Jú, svo er sagt. Já, Stefán Kaprasíus kominn inn á eins og Sigurður Rúnar Sigurðsson og Björn fær hann aftur. Jeremy pressar á hann, lokar hann hana en Björn gerir vel og hérna er kerfi sem ég kannast við, gott fólk, og Ármann keyrir inn, finnur, já, Stefán nær honum. Þetta var úr hérna gamla hattinum, sko. Björn upp í erfitt skot. Mjög erfitt. Og bara það enda á Jeremy og frábær sendingin á Halldór. Öðvöld karfa.
Já, ég get sagt þér það að þetta kerfi er bara frá því bara í upphafi aldarinnar, skal ég segja, sem er stillt upp hana. Þú hefur hlaupið þetta sjálfur? Já. Varst það þú sem komst hérna eftir upp á? Já, topp og ég var þeirra ánægja nutandi og Björn Steinar klárar að krafti með olbón undan sér þetta en ekki í neinni ílsku, þetta var bara skottreyfingin hjá honum. 27-15 loksins skoruðu Skagamenn hafa verið þurrka tími í öðrum leikluta. Það búið að vera erfitt. Villa dæmd á Björn. Kasper gerir sér tilbúin aftur. Það er Björn sem fer út af. Líkar að gera breytingu sínu liði líka. Þetta Blikar upp í sókn. Fara sér engu óslega í þeim efnum. Svona lyfta sér upp í þristinu og setja bara beint onni. Alveg orðinn helmingsmunur hérna, Kasper. Halldór sem setti þetta skot. Og Ármann keyrir, þetta er Karvagóð. Þetta er erfitt. Halldór og Snorri. Það er Leifur upp í þristinn. Og það er beint onni. Tveir þristar í röð frá Blikum. Kasper er hérna óhrættur. Jeremy reynir að stela. Gráður. Já. Gripinn í landhelgi eins og við segjum. Býði nú við. Var þetta ekki þryggjastekara hjá hann Leifi hérna? Jú. Ég sá ekki betur. Nefn hann hafi verið með tánn á línunni. Já, samkvæmt stigatöflunni er staðan 32. 17. Kasper á línuna. Það er langur. Já, Blikarnir konur í bónus. Kasper aftur og langur. Jeremy, Ármann brýtur á honum. Já, gríðarlega snöggur. Mjög kvikur og svona sprengikraftur fer hratt yfir. Hefur ekki sýnt mikið af því í leiknum samt. Nei, það hefur svona verið tiltölulega afslappaður. Leifur, þarna er hreint á baki á Kasper síns mér en þeir Blikarnir ná að vinna boltan. En eina ferðina ná Skagamenn ekki að taka varnarfrákast. Þurfum og eftir sóknarfrákast, Siggi Rúnar til varnar, Snorri, Stefán, vel gert. Stelur boltanum á honum. Og já, fín barátta hjá Stefáni þarna. Hendur honum í Snorra út af en Skagamenn eiga boltan. Vantar 24 á klukkuna en það, já. 22. Siggi fær hann hérna og leggur á stað, keyrir inn. Já, alla leið. Villa þarna dómari. Jón Orri, hann fær villuna. Ég held að Jón Orri hafi töluvert til síns máls þarna. Þetta var mjög harkaleg villa. Alls engin vellingatök. Nei. Og ég gæti ekki betur síðan að Siggi Rúnar hefði fengið ansi mikla snertingu þarna þegar hann keyrir inn. Já. Jón hittir ekki. Jú, það er 33-17. Við höfum rétt fyrir okkur hér. Ekki fyrsta sinn. Jón. Það dettur honni. 33-18. Koma Blikarnir. Snorri. Aftur út á Jeremy. Það er svona aðeins skipulegri sóknarleikunni hérna meginn svo sem. Jeremy keyrir inn, finnur Snorra og Jón reynir að verja það, brýtur. Já. Ekkert annað í stöðunni. Nei. Þó að sóknarleikur Blika sé nú
virki heldur skipulegri þá finnst mér hann ekkert rosalega lipur búinn að vera í kvöld. Nei. Ekki nema kannski á köflum. Það talaði Blika sem eitt af sterkari liðunum í deildinni og þeir eru allavega ekki búin að sýna það ennþá í kvöld. Nei, ekki í kvöld. Allavega ef við berum þetta bara saman við liðið sem við fengum í heimsókn í síðasta heimaleik Skallagrímsliðið, þá er ekki hægt að líka þessu saman sko. Fín keyrsla hérna í Kasper. Stefán Orman. Pikk frá Jóni. Jón Orri býður sig, fær hann svo. Siggi Rúnar, neikur frákastið og hann setur hann niður. Frábært. Siggi +1. Já, þetta er gaman að sjá að við tökum þessi sóknarfrákast líka. Það bara er ákveðið hugafar sem þarf í slíkt. Bara vilja það. Og Siggi hittir ekki, Jón í baráttunni og Stefán var að vera grimmari, já, og það er uppkast. Og aftur í uppkasti heiga Blikandi boltan. (34-20) og Kevin Durant þurrkar gólfið. Það er ekki dónalegt að hafa Durant á moppunni. Nei. Það væri kannski hægt að nota hann á væginum líka. Já, það eru ýmis verk sem maður þarf að vinna í kringum svona leik og bæði stór og smá. Og þú hefur nú unnið þau öll, er það ekki? Ég held það, svei mér þá. Halldór. Hvert er að þykir þér svona skemmtilegast? Veitir þér mest ánægju? Það er góð spurning. Ég hafði nú alltaf voða gaman að því að garga í mikrofónin, sko. Já. En Árni með langa þreist hittir ekki. Já, ég trúi því að það sé skemmtilegt. Já, en svona hlakka ég töluvert mikið til morgundagsins, sko. Að ég fæ þann heiður að kynna velgert hjá Kasper hérna. Já, flott keyrsla. Og ætla ég að nota tækifærið og plugga landsleikinn aftur. Landsleikur Íslands og Svartfjallalands í Evrópukeppni kvennaboltanum á morgun í Laugardalsvellinum. Þar fæ ég víst að njóta mín eitthvað. Nú? Já. Og vonast að sjálfsög til að sjá fulla Laugardalshöll til að leika mig með. Það hlýtur að maður býst ekki við neinu öðru en góðri mætingu. Nei, það er bara á að vera þannig. Automatist bara sama hvaða landslið er að spila og í hvaða íþrótta, það á að vera fullt hús. Vel gert Sigurður Rúnar. Plata hann Blikan upp úr skónum. Já, þetta býr nefnilega í honum og við mættum sjá það bara miklu oftar. Sindri, já, fín vörn hjá Stefáni, Andri á stað. Árni pressar á hann og þarna er brotið á honum. Það er væntanlega Leifur Steinn sem að, jú, það er Leifur sem fær villuna. Já, þetta er betra og mjög ungt lið Skagamann inn á akkurat núna. Það er bara, Siggi er aldursforsendinn. Já, þetta er undir náttúrulega þeim komið að nýta sénsana og sína að þeir eigi að fá mínútur. Það er ekki nóg að sitja bara og kvarta. Heldur að sína hreinlega þjálfaranum að þau geti þetta. Andri misnotar setna vítið. Jeremy í vandræðum. Kemur Leifur og það er hérna snöggur þristur. Já. Hafþór svolítið bráður hérna. Kasper. Andri á Sindra. Galopinn. Taka þetta. Heldur að Ármann hefði higgað þarna? Nei, ég held ekki. Já, kannski skynsamlegt. Það lítið eftir á klukkunni og Andri, já, en þeir ná ekki. Leifur, Árni, hann fær galopið, skot, hittir ekki og það er ná frákastinu og hitt ekki. Já, ágætis kapli hérna undir lokinn á fyrri hálfleik hjá Skaganum. Góð svona smá ákveðni og meir en hefur verið inn í liðið. Já, virkilega gaman að sjá svona aðeins meiri grimd í vörnarleiknum og frákastum og
Og ákveð staðan 34-23 þegar að við förum í pítsurnar og vonum að þið fylgjið okkur áfram í síðari hálfleik. Þangað til þá bara byrjum við að heilsa. Nákvæmlega og verða okkur á góðu. Já, takk.
Já, já. Komið þið sæl. Sælir aftur, áhorfendur góðir. Hér er að hefjast síðari hálfleikur í leik ÍA og Breiðabliks, Íþróttahúsinu á Vesturgötu á Akranesi. Við erum hér á ÍA TV, sendum út í samstarfi við Omnis á Akranesi. Ég heiti Kristján Gauti og með mér er Örn Arnarsson. Síðari hálfleikur er svona alveg rétt að detta í gang. Breiðablik leiðir með 34 stigum gegn 23. Skagamenn náðu fínum spretti undir lok fyrri hálfleiks. Hér fer Björn upp í skot en hittir ekki. Og Jeremy kemur með boltan upp fyrir Blikana. Þeir ráða hér ráðum sínum og finna Snorra í horninu sem að hittir ekki úr sínu skoti, en þetta er Skagamenn eða þennan bolt er það ekki? Nei. Blikar eru það. Árni Elmar Hrafnsson kemur með boltan fyrir Breiðablik. Uppalegn hjá Fjölni en lék á síðasta tímabili með Skallagrimi. Nei, Snæfelli, afsakið. Þeir keiraðar á körfuna en hitti ekki og Skagamenn kom upp. Þá er Örn búinn með pítsuna. Það verður að... Það lítur ekkert voðalega vel út að ég sé að borða svona miklu lengur en þú. Nei, þetta snýst að ganga hreint til verks. Það er rétt. Ármann reynir að finna Jón. Gengur ekki. Þetta er erfið sending þarna. Þarna. Það var komin upp í layupið í huganum áður en hann fékk boltann. Algjörlega, það eru algeng mistök. Það hefur ekki verið skorað ennþá hér í síðari hálfleik. Nei, það er svona 5 byrjun hérna. Já, aðeins svona. Björn á Ármann. Björn fellur hér við. Og Ómar kominn aftur inn á hérna. Það er byrjunliðið inn á hjá báðum liðum, sýnist mér. Ómar opinn. Ómar, hann var nú vel gert Ómar Örn. Og minka munni niður fyrir 10 stig. Ég verða að viðurkenna að mér finnst það kemur óvart hversu vel Skaginn er þó að standa í. Já, sammála því. Já, Sveinbjörn, fín vörn hjá Sigga hana. Hugrakkur hana. Ármann, það vantar að koma til boltans hana. Já, og bara þarna hefði hreinlega kannski mátt keyra bara hraðarklubbi aðeins hraðar. Og þá skora Blikar. Það vantar að, já, Ómar fær hann aftur. Ápressa hjá Breiðabliki. Já, vel gert, þetta er vel leyst og bara þarf að klára þetta, Jón. Já, klára þetta er fín. Þegar þú brýtur pressuna þá keyrir á körfuna, það er bara svo leiðis. Það er svo leiðis. Það er líka eina leiðin til þess að losna við pressuna, svona. Akkurat, það er refsa. Og það er Halldór með góða sendingunni Sveinbjörn og Sigurður dæmdur brotlegur. Siggi brosir að þessu, sé ég. Já, enda brosmildur með eindæmum. Hann er það. Já. Þarna losnuðu þeir Árni upp í snöggt skot en þetta er ekki. Jæja, þá geta Skagamenn haldið áfram að minka muninn og munna núna 9 stigum. Það er hlaupað hann í kringu Jón. Ómar fær hindrun á Sigga. Siggi fær hann svo. 5 sekúndur á klukkunni. Og Ármann upp í langan, þrist, hittir ekki. Aðeins svona smá vandræðagangur. Já, það er svo sem báðum megin. Já, það er það. Sveinbjörn, fín sending hjá honum.
Það var Snorri, er það ekki, sem Jú. skoraði? Snorri Vignisson, Tók þarna, vel tímasett hlaup í gegn. já, mjög snyrtilegt. Lásuði hvorn annan mjög vel. Ómar hér með boltan fyrir Skagan, finnur Sigga fyrir utan. Jón. Já. Ómar upp í skot, hittir ekki. Ágætt tilraun í honum. Jeremy kemur á ferðinni og Ómar brýtur á honum og Þetta er, karfa góð. já, Ég var að vona að brotið hefur komið örlítið fyrr. ég held að þetta sé korrétt. Já. Og Jeremy fyrir á línuna. Já. Þau eru ekki uppmála. Vönurinn komin í 14 stig. Það gerist hratt. Gett Ómar. Siggi Rúnar býður sig og fær hann. Siggi Rúnar, það má ekki gleyma því að Sigurður Rúnar ólst upp sem leikstjórnandi. Nú er það, já. Þetta vissi ég ekki. Sem mjög ungu maður. Var eflaust minni í þá daga. Já, þegar hann var ungur. Já. Mér finnst það líklegt svona einhvern veginn. Já, það er hérna. En hann sótti þarna ferð á vítalínuna. Já. Það er vel. Þá kemur Kasper og leysir Ómar af. Ómar lendi náttúrulega í erfiðum ökklameðslum í fyrra og er svona, ég spurði hann einmitt fyrir leikinn hvernig gengi að jafna sig að þeim og þetta er bara í rauninni þessar típiska öklarhífar og Já, teipið góða og teip sko. Þetta var erfitt í fyrra, hann þurfti bara að taka sér frí frá körfubolta algjörlega hérna seinni hluta síðasta tímabils út af þessum meiðslum. Og það getur verið erfitt að rífa sig upp eftir það. Fín vörn hana, Kasper náði að elta Árna, þannig að hann fór á miss við boltan. Björn. Og hér er Jón Orri að fá boltan, hann fer inn á Sveinbjörn. Og Sveinbjörn verstir sig glæsilega. Og tæknivilla á Jón. Já, hvað er þetta villanúmer, hvað á Jón? Erum við með það? Getur verið þetta sé númer 3. Já, þriðja villan. Þriðja villan, já. Og Jeremy setur vítið og Blikarnir fá boltan á ný. Fjörutíu og 28. Árni með boltan fyrir Blika. Ég er ekki frá því að hann hefði getað tróðið þessu ef hann hefði haft friðinn. Stökk vel hátt þarna Sveinbjörn, en Kasper með tæpa sendingu sem að er pikk. Og kemur Jeremy á ferðinni og hann stekkur upp og svo heldur hann bara áfram að fara upp. Hefur tekið eftir því? Það er eins og hann sko gæt. Skref dæmt á Kasper, Sareba. Jú, það er svona, þegar þú segir það, það er aðeins svona eins og hann hafi smá svona vangi. Já. Stundum. Og leiklið tekið hjá Skagamönnum, munurinn skyndilega komin í 18 stig. Við erum búin að tvöfalda muninn núna bara á einhverjum 3 mínútum eða svo. Já. Kannski ekki úr vegi að fara yfir hérna stigahæstu menn og svoleiðis, er ekki komin tíma á það. Hjá Skagamönnum er Sigurður Rúnar Sigurðsson stigahæstur með 9 stig og næstur honum er Ármann Örn Vilbergsson með 7 og Jón Orri 5. Hjá Blikunum er Jeremy Smith með 15 stig og Halldór og Snorri með sitt og 7. Frákasta hæstir, þar er Jeremy hæstur hjá Blikunum með 7 og Jón Orri hjá Skaganum með 6. Í stóðsendingum er það Björn Steinar hjá Skaganum með 4 og Árni Elmar með 2 hjá Blikunum.
og hefur ekki náða að skrá hjá sér vörðuskotin hjá Jóni hann í fyrsta leikluta. Það voru 2 í röð. Já, það er gleymið því ekki að það er einmitt startar í þjálfun núna sko, þannig að það er eðlilegt að, en meðan að nær svona þessum lykilatriðum inn þá var það allt sem við förum fram á. Já, lykilatrið, blokk er nú, þetta það sem að... Já, þetta er svo. Þetta er það sem að við sem erum yfir 1.90 viljum ná sko. Já, það er rétt. Ég reyndar verða að viðurkenna, ég skil ekki þann hugarheim, það er kannski stærðar vandamál. En Halldór upp í þrist, hittir ekki, dansar hann á hringnum. Nei, ég held að menn séu nú kannski ekkert alltaf mikið að hugsa startið alltaf í... Nei, það er misjafnt. Það á ekki að vera svoleiðis. Það er misjafnt eftir leikmönnum. Maður hefur alveg spilað með strákum sem að get ekki beðið eftir að komast út af til þess að kíkja á statið og í gamla daga meðan að það voru bara skýrslurnar að þá voru alltaf sömu mennir sem að rýndu í skýrslurnar. Þannig að það er svona misjöfni áhugamálmanna. Átni með góðan fer Snorri. Galopin. Allt og mikið friðgreinlega. Siggi með frákastið, finnur andra. Já, hann fer fram hjá Sveinbirni og sterkur upp, hittir ekki, ætlaði sér hann of. Og vel gert Siggi, Sigurður Rúnar nær að... þeir voru ekki alveg meðvitaðir að Siggi væri að berjast í þessu. Opið skot fyrir utan og beint og niður. Vel fyrir utan, munurinn orðinn 21 stig. Kasper kemur með boltan hérna og Galop kallaði á boltan en hann sá hann ekki. Björn finnur Ármann og hann fær opið skot, þessir af. Ármann tekur bara þristan nánast, er það ekki? Já, það er annarkvæmt það eða þá hann hefur nú eitthvað keyrt inn að körfunni. Og Jeremy á fínvilla hjá Andra Jökulsinni þarna. Þeir takast í hendur síðan 49-28, þá koma þeir félagar Leifur og nú ætla ég að reyna að muna þetta. Þetta er ekki Mattias, hann er númer 91. Hafþór, getur það verið? Mér finnst þú ótrúlega lunginn að munna nöfnuna á blikunum. Já, mér finnst þetta bara vera sko... eins og skot. Já, verður að gera það sko, en þetta er Guðjón. Já, þetta er hérna, það er ekkert gaman að þessu að maður er bara að lýsa heimaliðinu sko. Nei. Það er það sem maður gerir hinum megin sko, ef maður er að kynna sko, þá skiptir það engu máli hver eru í aðkomuliðinu. Ég er bara rétt búinn að læra liðið sem er inná hjá blikum þeir eru búin að skipta. Út af, sko. Já, ég svona þér til varnar þá er ég nú með þetta að skrifa fyrir frá mig. Já, ég veit, ég er rétt. En skamenn kasta boltana frá sér. Það eru aftur komið ungt lið pluss Jón Orri. Þetta finnst mér virðingavert, ég verður bara að segja það að þeir fái að slást við og Jeremy gerir vel. En þetta er erfitt fyrir ungt lið að takast á við svona pressu. Já, það er það en þeir þurfa að læra það. Já, stundum er bara að henda mönnum í djúpuleginu. Já. Jón fær boltan, finnur Stefán, hann og Kasper. Þeir þurfa bara að vera óhræddir, það er ekkert annað í boði. Andri fer á stað, finnur Stefán, langur þristur, hittir ekki. Já, skotklukkan var að klárast þarna. Og Jeremy á ferðina, finnur leik. Kasper Sareb, þetta var nú villilegt af þessu. Og Sindri í ræðuplöfi. Óheppinn þarna. Þetta eru tilþrifir leiksins. Þetta var ekki hjá Kasper. Yngsti maðurinn í skagaliðinu landan í gólfið þarna. Spjaldblokkaðan. Yngsti og sko og hérna svo lægsti líka, er það ekki? Jú, allavega í skagaliðinu. Enda Leifur, hann hætti við. Halldór keyrir inn. Og Jón Orri til varnar. Og hvað? Hann varði skotið. Skagamenn vildu eiga þetta. Jón Orri er þá örugglega komið með 4 varin skotið ef að mér telst rétt til. Já. Það væri áhugavert að, já sérðu, og Jón Orri ætla sér bara alla leið. Nei, Sindri. Finnur Kasper, hann og Jón
gefið skotið einu sinni enn. Stefán og Sindri, hann keyrir inn. Vel gert Sindri, flott hreyfing hjá hann. Þetta nefnilega þarf að sýna þessa áræðni þó að þetta fari ekki niður og þá er ákveðin það sem við viljum sjá hérna. Sjáum að Sindri er fyrstur í hraðahlaupinu og hann vill. Andri koma boltanum á hreyfingu, segir Jón. Kasper, Stefán, fín hreyfing á boltanum núna. Andri upp í þristinn, hittir ekki. Jón fær frákastið. Sindri upp í þristinn. Hann er nálægt í. Óheppinn. Já. Menn verða bara að halda fram, það er ekkert öðruvísi. Bara taka skotin. Vel gert. Þarna hjá Guðjóni. Eikum munin í 26 stig. Þriðji leikluti langt kominn. Lágt skor hjá heimamönnum. Stefán upp í þristinn. Já, að gera vel gert. Stoppaðu leikinn, dómari, come on! Nei, hann er staðinn upp. Þetta finnst mér skrítið. Afsakið mig hérna. En Sindri, það er hart í honum. Staðinn upp. Kvenkar sér hvergi. Andri reynir erfiða tilraun hérna. Yfirleitt þegar svona gerist er nú leikurinn stoppaður. Já. Halldór upp í þristinn, dansar upp úr. Jón með frákasti, 4 sekúndur eftir. Andri nær að halda honum inn. Nei, hann er ekki að halda honum inn á. Já, ég glemdi mér aðeins að ég væri með mikrofón á mér hérna. Ég vona að fólk fyrirgefi mig það. Kemur fyrir bestu menn. En staðan 56-28, ég held að okkur veit ekki þetta af smá breyki, held ég, okkur hérna. Sjáumst eftir augnablik. Þá erum við komin aftur og blikarnir býtum við. Já, þeir eru að spila hérna síðustu sekúnduna af þriðja leikluta. Það greinilega kom upp úr durnum að stegi út á. Þeir voru búin að dæma innkast og klukkan var ekki stoppuð algjörlega á því augnabliki. En við rétt náðum að fylgja þessu eftir. Það var svona spennuþrungið moment. Já, við missum ekki að neinu hér á Nei, TV. það bara kemur aldrei fyrir aftur. Aldrei aftur. Og ég held að við förum ekkert í neina aðra pásu. Nú eru þjálfarar að lesa yfir sínum mönnum svona loka orðrurnar fyrir síðasta leiklutan. Durant er að skúra gólfið og þá er ekki að neina að bíða en að hefja hér loka fjórðunginn. Skagamenn náðu einungis að skora 5 stig í þessum þriðja leikluta. Já, þeir hefðu ekki getað keypt sér körfu þarna á tímabili. Þetta var rosalega erfitt. Það hefur löngum verið vandræða leikluti hjá liðinu undanfarin ár. Já, það er eitthvað svo skrítið. Nefnilega, sko, hér á árum áður voru nefnilega, var þriðji leiklutin sem allir treystu á. Já, það. Ég man þegar hérna, já, fyrir nokkrum árum, ég man þegar Terence Watson var hérna þjálfari að þá einhvern veginn þangað til einhver sagði í hálfleik, strákar, þriðji leiklutin er eftir, við erum alveg inn í þessum leik. Já. Og þá fór þriðji leiklutin alveg hrikalega illa. En hérna fín hreyfing núna, hérna nú skreflíkt, en fín vörn hjá Sigga. Ármann með gott frákast, kemur honum á Ómar, Björn á ferðinu upp. Byrjunleiðið inn á Skaganum núna og Björn missir hann. Ætlaði sér aðeins svo mikið. Og Guðjón og Leifur finnur Jeremy, frábær sending.
auðveld karfa. Alltaf ekkert að slá af. Nei, Jón kemur og fær boltan, vel gert hjá honum. Bara næs. Og tímasetningarnar ekki alveg réttar þarna. Leifur og vel gert hjá Jeremy Smith. Þetta boltan vinna fyrir sig. Já, þetta var óeigingjarnt hjá honum. Ég held að allir í húsinu hafi búist við að hann stikkið þarna. Já, ég gerði það. Ómar inn á Sigga, Sigurður Rúnar. Hann keyrir inn, kemur inn að könstunarkörfunni. Já. En Hafþór brýtur á honum. Sækir víti með 2 á bakinu. Það er 82 stiga munur. Þessi þriði leikluti taldi vel hjá Blikunum en þeir eru ekki að skora neitt sérstaklega mikið. Þeir eru með undir 20 stig í öllum leiklutum hingað til. En það hefur þetta ekki verið neitt sérstaklega hraður leikur heldur. Nei, það er rétt. Og hér er Sigurður á línunni. Hann hittir ekki úr seinna vítinu. Fyrra fór hann í. Jeremy nú er aðeins vann að keyra þetta upp leikarnir. Og Jeremy bara ofsalega auðvelt. 2 stig þar. Ómar leggur á stað hér og finnur Ármann. Ármann keyrir inn og fleitir honum í spjaldið og hann er vel gert hjá honum. Mjúkur þarna í leiföpinu. Kemur Jeremy inn á Leif. Þarna er Guðjón með boltan. Hafþór. Leifur og Jeremy. Æ. Skatt með höfuðið í gólfið. Já, vonum að hann hristi þetta af sér en það var slæmbylta sem Ómar fekk þarna. Misti jafnvægið í loftinu og það er nú væntanlega út en vonandi að þetta sé jú, hann er risinn og fætur. Það er bara smá tíma til að jafna sig á byltunni. Já, Ómar staðinn upp. Jeremy á línunni, þetta er bara net, ekkert nema net. Seinna víti hjá Jeremy. Það er líka hún í. Já. Jeremy kom með 20 stig og fær að hvíla sig 24 stig fyrir gefið. Björn Kasper kominn inn á hjá Skaganum, kom hérna inn á fyrir Ómar. Kasper verður að verja boltan, Siggi stígur aftur fyrir miðju. Klaufalegt, kominn örlítið og langt þarna. Mér þætti nú áhugavert að sjá hérna skottölfræði hjá Jeremy. Mín tilfinning er einmitt svo að hann hafi ekki tekið neitt rosalega mikið á skotum í kvöld. Nei. Við skulum bara kanna málið. Það er allt hægt með allt á tæknina. Já. Og vona ég þurfi ekki að éta þetta onni í mig. Nei, Jeremy er með sko 71% Já, það er svoleiðis. Skotnýtingu 69 í tveggjastega og hann reynda bara að setja 1 þrist úr einni tilraun sko. Þetta við skora Blikarnir. Það er gjörsamlega fáránleg nýting. Já. Kasper ekki dreipa driplið strákur, Siggi. Þá þurfum við að koma skipulega. Jón Frímansson kominn inn á líka. Sigurður Rúnar fær boltan og það er barátta. Þetta endar með því að Guðjón er með boltan hér. Kemur honum að Hafþór. Róa þetta aðeins hérna og stilla upp. Já, Mattías hérna. Hafþór. Þórsbergur upp í þrist. Spjaldið og af. Jón með frákastið. Kasper leggur á stað og það er brotið á honum.
Andri að koma inn á fyrir Ármann. Ármanni finnst aldrei gaman að fara út af. Nei, ég sé það, alltaf leið hann á að hvíla sig aðeins þá er ekki sáttur við þetta, setur í brýnnar jafnvel. En þannig viljum við hafa leikmennina, það á að vera, þeir vilja spila. Fær hann hérna, reynir að koma inn á Jón Frímannsson. Siggi, hann á að halda þessu lifandi. En þá 15 sekúndar á klukkunni, reynir sendingu hérna, Jón nær honum og Jón fer upp og spjaldið og af. Það var erfitt. Það var mjög erfitt. Já. Þessi pressa borgaði sig á Birni. Hér kemur Kasper upp með boltan fyrir Skagamenn, Siggi, Björn. Þeir standa vörnina prýðilega þessa stundina, Blikarnir. Jón er galopinn, niður á Sigga, brotið á honum. Björn hittir alltaf þegar leikurinn er stopp. Já. Það er kannski þess virði að minna á að eftir viku að þá taka Skagamenn á móti FSU. Það geti verið spennandi leikur. FSU hefur verið í ströggli líka. Jó, sko Björn, hann er búinn að finna, hann fann ringinn. Leifur keyrir inn, Jón til varnar. Guðjón og Leifur. Þorbergur, hann langaði aftur. Hætti þó við. Leifur, 3, 2. Hann steig þarna út af. Já. Það eru 3 heimaleikir í röð núna hjá Skagamönnum og það er FSU og það er Fjölnir og það er hérna næstu 2 föstudaga. Já, það er þessum meðtöldum þá. Já, það er Breiðablik í kvöld og eftir viku FSU og 2 vikur Fjölnir. Þannig að þeir byrjuðu á útileikjum svolítið. Já. Stefán Kaprasís kominn inn á. Andri Jökulsson hittir ekki. Hann á eftir að finna taktinn hér. Og Kasper reynir hérna, ég er ekki frá þeim, hafi slegið hérna í boltan. Kasper kemur á ferðinni, Andri keyrir inn og það er sóknarbrot, hárrétt. Þetta er hárrétt dæmt. Hann fór þarna með olbúan og undan sér. Já, framhandlegginn, öllu heldur. Já, hvetjum að sjálfsögðu alla sem þetta heyra til þess að kíkja á okkur aftur næsta föstudag og ekki síður þar næsta. Skráð þetta inn í kalendari hjá sér. Brot þarna, það er Andri væntanlega sem er dæmdur brotlegur. Andri Jökulsson eða hvað? Já, þetta verður áhugavert. FSU er einnig þeir eru stigalausir sko, þannig að þeir eru fyrir ofan Skagan á stigamun á sem sagt og stigaskori sko og Fjölnir er með 50% vinningshlutfall, þannig að þetta eru leikir, ég tala ekki ef að Skaginn eru heppnir með þennan nýja kana. Það getur breytt rosalega miklu í liðum sem að litlu munar á. Absolutt. Þannig að við vonumst eftir fyrstu stíðunum í hús. Það er, hver veit nema eitthvað fleira geti gerst. Það er þessi litlu fuglar, þeir eru lausmálga. Þeir eru það, Jón með frákast. Stefán í ræðarflöpinu, erfitt skot en og nær ekki, þetta var það er aðeins mýkt inn í þetta. Þeir fá blika bara opinn frist, en það er ekki honni. Brot. Villa dæmd á Þorberg. Hér kemur Hafsteinn inn á Blikum.
Kasper. Jón Orri fær hann hérna, Kasper í horninu, klár, Andri fær hann og það er dæmt villa. Jájá. Það er einfalt. Fítkraftur, það er Leifur sem er dæmdur brotlegur. Hann var hérna sennilega inn í bóganum. Já, hann var alveg. Og er því nánast réttlaus með öllu. Og hann er Andri mættir á línuna, 2 skot og það fyrra er hátt og fallegt. Jájá, minnka munin í 31 stig. Jájá. Og 66-36. Hér koma Blikar niður á póstinn bara á. Það er Leifur og hann reynir að bakka Jón Orri, þeir gera það nú ekki margir. Mattias og Leifur upp í þristinn. Þetta er stutt, Jón með frákastið. Hann finnur Kasper. Og það er dæmt villa hérna á Hafstein. Hann er búinn að kraki nokkrar villur. Já, mér hefur fundist Kasper vera bara mjög örugur þegar hann er að koma upp með boltan. Gaman að sjá. Aðeins trektur í alveg fyrst en. Og dæmt tæknivilla á Leif, sýnist mér. Já. Það er eitthvað að kvarta yfir, ég veit ekki hverju svo sem. Það fór algjörlega frá hjá mér. Og Kasper er sendur á línuna. Hvað annað? Yngsti maðurinn. Það er langt. Jájá, þetta á allt saman eftir að koma. Það er mörg ár eftir í boltanum. Já. Jájá, hann er að nálgast þetta. Nei, hann er að sjálfsögðu að taka vítin út af villunni. Sindri Levi tekur tæknivillu víti. Og Aðróni. Jájá. 66-37. Og Kasper fær boltan. Þorbergur pressar á hann tekur upp driplið, vel gert hjá Jóni, Andri klárar. Ákveðin hérna. Það var skemmtileg sending hjá Jón Orra hérna, hann reynir, já. Þorbergur, Stefán til varnar, Snorri galopinn, hérna er einhver miskilningur í gangi hjá Skagamönnum. Kasper nú er 2 á móti 1 hérna. Kasper, Sindri, Kasper aftur, Já, hérna var sennilega Sindri búinn að hugsa layupið áður en hann greip boltan. Þarna reynaði aftur alley-oop, Sveinbjörn, Jón Orri og Sindri kemur. En hann er boltaðið við það ekki? Nei. Nei, það er svo sagt að Jón Orri hafi slegið hann út af væntanlega. Nei, þetta var, já, þetta er vel gert. Já, þeir sjá að sér. Dómarar leiksins. Eðlilega, það var ekkert Jón Orri sem komst aldrei nálægt þessum bolta. Og Jón Orri fær boltan réttir Stefán hann aftur. Stefán finnur Kasper. Andri fyrir á stað. Reynir að konum á Kasper, en þeir komast í þetta. Þorbergur, já, þeir eru í vandræðum. Beint á Sindra. Sindri, Keyrir upp bara. Keyrir af fullri ferð, glæsilega, nei, hann er óheppinn, en Andri með frábært frákast. Og klárar, þetta er virðingavert að sjá að menn er ekkert að hætta hér. Eins og við vitum, að getur stiga sko skipt hellingsmáli á seinni stigum þessar tímabilsins. Kæruleysi í blikana. Og talað það, þá var þetta kannski ekki nógu vel ígrunduð sending. Já, en þetta er bara learning curve eins og þau segja í útlandinu. Jú. Þá er það Hafsteinn sem að kemur upp með boltan fyrir blika. Rétt rúma 2 mínútur eftir. Til svo sem verið að treyja þessar mínútur. Og falleg hreyfing. Mjög virkilega. Óheppinn að ná ekki að klára þetta hérna.
Þorbergur. Hann fer á línuna. Stefán Kaprasíus sem braut. Það er nú bara þannig að það er til fullt af hæfileikaríkum körfuboltamönnum í öllum liðum. Það er nefnilega málið. Strákum sem kunna ýmislegt fyrir sér og eru mjög efnilegir. Já, það er ótt að segja að körfuboltinn sé nú bara á uppleið út um allt land. Algjörlega. Þarna. Stefán býðis að 17. Þá er berjast við að koma boltanum inn. Já, Stefán sækir hann, snýr og fer á stað. Það er önnur pressa. Já, fín vörn hjá Blikunum. Vill að dæmda á Sindra Leví. Það er skotréttur. En það er mjög gaman að körfuboltinn fari vaxandi um allt land. Já. Finnst mér, þetta er skemmtilegast íþróttin áhorfs að mínum dómi. Já, ég er alveg sammála því. Og svo er mikill kostur sem að körfuboltinn hefur fram með til dæmis fótboltana að hann er innandyra og það er ekki kalt á leikjum. Það er rétt. Það má ekki vanmenda það. Já, Hafsteinn skilja 2 stigum í hús. Sindri árugur hérna Hafsteinn. Fín vörn einhver síður en bara vel klára. Nú þurfum að menna að þora að fá boltan. Kasper fyrir á stað og það er önnur, þetta er brotið á honum alveg út í 1. Full ákafir í pressunni þarna. Þorbergur og Hafsteinn. Sá nú ekki hvað það var sem fekk villina en það er skotréttur. Þannig að Kasper lappar sér á línuna og sér hvort hann er ekki að fínstilla miðið. Þessi hápressa Blika ætlar að vera til þess að lengja leikina aðeins. Já. Já, klukkan er farin að... Hún tímar hægt þessi stundina. Já, ganga ansinnari klukkan 9 hérna. Og Kasper næri ekki að setja þetta niður. Og hvað? Hverjir með þetta dæmt? Það er Blikarnir eiga innkast. Tæpar 2 mínútur eftir. Staðan 72-41. Spilaðir sín á milli, Snorri. Já. Hann misti bara boltan Stefán Kaprasíus setti smá pressa á hann þarna. Við mikinn fögnum Jónsorra sem ég veist. Sindri fær hann og hann fer á stað. Og Kasper fær hann aftur hérna. Andri, Stefán einn undir körfunni en Sveinbjörn sér við honum. Þorbergur. Hafsteinn, kvikur strákur, nær ekki að skora. Jón Orri, pollarólegur hérna, Andri. Erfitt. Hann náði þarna. Vel gert Stefán. Vel gert hjá Stefáni. Alla leið sjálfur. Óöppinn og hann tekur eigið frákast, kemur hann á Sindra Leví sem að skilja þessu niður. Fín barátta þarna hjá Stefáni. Stjartfræðilega lágt skor hjá Skaganum, Þorbergur í þristinn. Þetta hljómaði hann nokkuð vel. Smelt honum niður. Jón Frímanns kemur hér inn á fyrir Jónar og spilar síðustu 50 sekúndur leiksins tæpar. Andri á Sindra. Sindri, tæpsendingin á Jón. Andri upp í þristinn. Nei, og Jón með frákastið. Og Sindri með frákastið. Já, loksins eigum við uppkastið. Já, ekki setna vænna. Sindri reym á skóna. 14 sekúndur á klukkunni, skotklukkunni þar að segja. Og nú er að fá bara góða sókn. Jón Frímanns fær hann, Kasper, Stefán. Jón Frímanns, nú þurfa að hreyfa sig strákarnir, 5 sekúndur.
Jón snýr og glæsilega gert. Hann ekki hefðbundin miðherji, þeir eru erfiðleikum með að vita hvernig hann snýr og ætla blikarnir ætla bara að láta að dribbla þetta bara út. Já, það staðreynd að blikar koma hérna á Skagann og ná sér í 30 stiga sigur. Þórbergur ætla samt í þristinn. Hittir ekki, en það kemur ekki á sök. Blikarnir sigra nokkuð auðveldlega verður að segja. Já, það verður bara að segja en engar síður áttu þeir nú engar svona stjörnuleik hérna framan af. Nei. Alltaf sterkara liði en það var ekki fyrir en eftir hliðið sem að fór kannski svona endanlega að skilja á milli. Þriðji leikhlutinn var í rauninni það var bara skelfilegur. Það skildi algjörlega leiðir og hérna ef við förum yfir stigahæstu menn þá var Jeremy Smith hjá Blikunum í sérflokki með 26 stig. Halldór Halldórsson var með 9 stig. Snorri og Guðjón Hlynur voru með sikur 7 stigin, Sveinbjörn með 6. Hjá Skagaliðinu var Sigurður Rúnar Sigurðsson stigahæstu með 10 stig. Ármann Örn og Andri Jökulsson voru með sikur 9 stigin og Björn Steinar Björnsson og Jón Orri Kristjánsson með 5 stig. Eins og áður sagði að þá er næsti heimaleikur og næsta beina útsending á IA TV í samstarfi Omnis næsta föstudag þegar að FSU hitt sigralausa liðið í deildinni kemur í heimsókn og það verður Fjölbrautaskólanemar á Suðurlandinu. Já, ég held við getum lofað spennandi leik þá. Já, ég held það. Og vonandi í að komi með sinn nýja ameríska leikmann. Að sjálfsögðu viljum við óska aftur Derek Sjás góðs gengis í sinni endurhæfingu í heimalandinu og óskum honum allsins besta. En ég vil þakka Kristjáni Gauta fyrir samveruna hér í dag. Takk sem við leiðisverð. Og Arnar Óðinn, nýliðin okkar á kamerunni, stóð sér með eindæmum vel. Við þakkum honum kærlega fyrir og við þökkum ykkur fyrir að fylgjast með okkur í kvöld og að lokum vil ég þakka Omnis fyrir samstarfið, farsælt og gott samstarf við okkur hérna á IA TV. Þangað til næst, áfram Skaginn.